Komið þið öll blessuð og sæl. Ég heiti Guðrún Alda Harðardóttir og er leikskólakennari og doktor í leikskólafræðum og rek leikskólann Aðalþing í Kópavogi. Og það sem ég ætla að fjalla hérna í dag, að það er reynsla síðan skólinn opnaði í 10-11 ár og skoða svolítið skólastarfið. Gerðu þið svo vel. Og ég kalla fyrirlesturinn hvaða lærdóm má draga af 10 ára þróunarstarfi í leikskólanum Aðalþingi. Skólinn er 116 barna skóli í dag með 30 starfsmönnum. Leikskólastjórinn er Hörður Svavarsson og megin markmið rannsóknarinnar sem ég kynni hér er að skoða hvaða lærdóm megi draga af 10 ára þróunarstarfi í þessum skóla. Rannsóknin er starfendarannsókn. Starfshættir eru þróaðir í beinu samstarfi. Rannsóknargögn eru fundargerðir, ljósmyndir, myndbönd, birt og óbirt gögn leikskólans, skráningar og fleira. Aðalþing er skóli sem hefur alltaf verið í samtali við skólastarfið, bæði inn á við en ekki síður út á við. Rýnivinir Aðalþings eru fyrst og fremst starfsmanna, barna og foreldrahópurinn hverju sinni. En auk þess þá höfum við fengið utanaðkomandi fræðafólk til að skoða skólastarfið hjá okkur með það í huga að benda á það sem betur má fara. Og við höfum átt samtal við fjölmarga en þeir sem eru kannski einna svona stærstu rýnivinir Aðalþings eru þessi 3. Það er Kristín Dýrfjörð sem er dósent við Háskólann á Akureyri. Svíinn Herold Jötsson, hann var leiðbeinandi alveg frá upphafi skólans og kom hingað til lands 2011 og 2013 og hann er sérfræðingur í lýðræði í skólastarfi og svo ekki síst Alfredo Júliós sem er Spánverji og hann er sérfræðingur í hugmyndafræði Reggio Emilia fyrir utan þau sjálf náttúrulega, þar suður frá, en hann skrifaði doktorsritgerð á sínum tíma hugmyndafræði Malaguzzi. Og þetta eru svona ákveðnar vörður sem hafa verið með okkur í gegnum skólastarfi síðustu 10 ár. Og við höfum unnið með fjölmarga þætti, suma afmarkaða og þróað afmarkað fram. Og hér er tímalína sem þið sjáið nokkur þeirra, svona kannski stærstu. Og 2009 þá til dæmis stjórnunarhættir, breytt matarmenning, breytt aðferð aðlögunar, fljótandi námskrá og upplýsingatækni og valdefling barna. Og svo 2010 að þá fórum við af stað með að breyta sérkennslu sem við köllum núna viðbótarkennslu og sama ár þá fórum við að vinna markvissar með samþættingu leiks- og námsþátta. 2015 fórum við virkilega að einbeita okkur að eiturefnalausum leikskóla. Það er ekki auðvelt verkefni, en við erum ennþá að vinna í því. Við erum komin nokkuð langt. Það er endalaust verkefni eins og svo margt í skólastarfinu. Og 2018 að þá unnum við rannsókn á kynjavinkli. En þessi tímalína, hún sýnir að það hefur verið alls konar þróunarstarf í gangi, öll þessi ár. Ekki aðeins þróunarverkefni sem hafa síðan dáið út smá saman, heldur þróunarstarf sem lifir áfram. Þetta þróunarstarf, þessi tímalína,
þetta aðalþing sem lifir þarna í öll þessi þróun lifir áfram. Og þá má spyrja sig, hvers vegna hefur þetta verið svona í einum skóla á ekki lengri tíma? Jú, við teljum það vera út af samtalinu. Samtalið er bæði næring og lím og samtal að tryggja það að skólinn sé ein heild. Samtalið gegnir gífurlega miklu hlutverki í þessu öllu saman. En í þessu stutta erindi sem ég með hér núna, að þá fjalla ég sérstaklega bara örfáa þætti af þessu. Það gefst ekki tími til meira. Og þá skulum við byrja á snúa okkur að stjórnun. Stjórnunarhættir í aðalþingi byggjast fyrst og fremst á að skapa aðstæður fyrir samtal og samstarf. Þetta hefur verið 10 ára námsferðalag fullorðinna og barna. Ferðalag sem með skýrri hugmyndafræði sem byggir á hugmyndum valdeflingu og valdeflandi og lýðræðislegt skólastarf. Þessi skýra sýn hefur stuðlað að sameiginlegri sýn skólasamfélagsins á leikskólastarfi. Þessi sterka samfella á milli skólastefnu og stjórnunarþáttar hefur auðveldað skólasamfélaginu að tengja stefnuna við hið daglega starf og gera skólann að einni heild. Einnig hefur verið mikilvægt að innleiða menningu sem hvetur til nýsköpunar, rýna í það hefðbundna og velta fyrir sér hvort það sé það besta í dag. Og ef ekki, að vinna þá að þróun nýjunga. Ekkert af þessu kemur af sjálfu sér. Þetta er spurning stjórnun og skipulag og að hverju maður stefnir. Starfsfólk leikskólans, aðalþings, starfar sem eitt teymi. Það má segja að kennari sem varpar fram hugmynd inn í starfsmannahópinn, hann gefur hópnum hugmyndina. Hópurinn fær hugmyndina til umfjöllunar og ef til vill stendur hún í gegnum alla samræðina, en hún getur líka breyst. Þess vegna segi ég að starfsmaður gefi hugmyndina, að hann treysti því að hugmyndin, þó hún verði ekki endanlega, eins og hann hugsaði upphaflega, þá sé það til góðs. Þetta er mjög mikilvægt að þora og treysta hópnum til þess að hugmynd getur verið svona eins og lítið barn. Maður setur barnið inn meðal manna og þú veist, ætli að efla þetta barn. En áfram með hugmyndina að niðurstaðan sem er kannski ekki svo sama og hinn einstaki starfsmaður kom með, að hún er hópsins. Þess vegna gefur starfsmaðurinn hugmyndina til hópsins. Þannig að starf sem er gert í aðalþingi, það er ekki einhver einn sem hvorki á hugmyndina eða hefur þróað hana. Vegna þess að við vinnum í teymi sem ein heild. Við gætum ímyndað okkur kannski eins og auglýsingastofu. Ég hugsa að fáir sem starfa á auglýsingastofu eigi einhverja eina hugmynd. Það kemur kveikja og svo þróast hún áfram. En við erum ekki að tala auglýsingastofu, við erum að tala skóla. Og ég sagði áðan að samræða, hún tryggi að skólinn sé ein heild. Það þarf nefnilega
að veita samræðunni bæði tíma og rými. Mjög mikilvægt. Tíma og rými og með skipulögðum kerfisbundnum hætti. Samræðan á að vera hluti af skólastarfinu sem er kerfisbundið og skipulagt inn í skólastarfið. Mismunandi fundir gegna til dæmis mismunandi hlutverki í aðalþingi. Og þetta hefur reynst okkur mjög mikilvægt og bara heillavænlegt að hafa skýrt hvaða fundir eru hvar eru teknar ákvarðanir, hvar eru samræður en ekki ákvarðanir, hvar er mat og hvar er miðlunar, all þessi hlutverk. En skoðum þá næst þátttöku og mat barnanna. Reynslan hefur styrkt okkur í þeirri trú að sjá heildrænt á skólastarf barnanna í aðalþingi. Valdefling og daglegir matsþættir þeirra aukast til dæmis jafnt og þétt eftir aldri þeirra. 2 ára barnin fá tækifæri til að meta hvaða námsgögn þau vilja nota hverju sinni og hvað þau vilja gera, hvernig þau vilja nota námsgögnin, hvernig þau vilja blanda saman mismunandi námsgögnum, hvað þau vilja borða og svo framvegis. Þegar börnin eru það bil 3 ára, þá taka þau þátt í svokölluðum stöðvavinnufundum. Þar vega þau og meta viðfangsefnið og velja sér. 4 ára þá meta börnin hve mikið þau borðuðu hverju sinni og skrá það. Og á þeim aldri eru þau farin að taka þátt í að skipuleggja stöðvavinnufundi og velja síðan samkvæmt sínu mati. Auk þess að 5 ára árgangurinn skipuleggur ekki aðeins stöðvavinnufundina, heldur stýra þau oft fundunum sjálf. Í aðalþingi er lögð áhersla á að samþætta leik- og námsþætti. Kennarar og börn útbúa námsumhverfi sem hvetur til leiks. Það er gert út frá vitneskju stöðu og áhuga barnanna og ekki síður sýna á barnið. Við köllum þetta kveikjur. Þá er verið að vísa til þess að umhverfið kveiki áhuga hjá börnunum til þess að leika sér. Kveikjurnar eru efniviður til leiks. Kveikjur virka líka sem áskoranir fyrir börnin. Sum barnanna þurfa á að halda sérstakri áskorun í einhverjum ákveðnum námsþáttum til dæmis. Og þá eru útbúnar kveikjur sem hvetja barnið til að nota þá námsþætti í leiknum. En nánar verður fjallað þessa samþættingu aðalþings á ráðstefnu Kennarasambands Íslands leik barna sem verður núna í lok október. Hvaða lærdóm má þá helst draga af þessu 10 ára þróunarstarfi? Það var fyrst að nefna að skapa aðstæður fyrir ígrundun og samræður og stuðla að því að starfsfólk ígrundi og hugsi eigið starf. Samtalið er bara með stórum stöfum, samtal. Að starfsfólki hafi sameiginlega sýn á leikskólastarf, að hafa sterka samfellu á milli skólastefnu og stjórnunar, að skýrar hugmyndir stjórnun auðvelda skólasamfélaginu að tengja stefnuna við hið daglega starf og gera skólann að einni heild. Að gera skólann að einni heild kemur ekki sjálfum sér. Það verður að vera hluti af stjórnuninni og maður þarf að næra og vinna að því alltaf endalaust, bara eins og skólaþróun er. Jafnframt er mikilvægt að innleiða menningu sem hvetur til nýsköpunar.
rýna í það hefðbundna og velta fyrir sér hvort það sé það besta í dag. Og ef ekki, að breyta. Vegna þess að við viljum jú gera það besta. Ég bara þakka kærlega fyrir og ég vona að þið njótið dagsins þó við séum út um allt og svo eru einhverjar umræður hér á netinu í lok málstofunnar og hér hafið netfang heimasíðu leikskólans og netfang og tölvupóstinn minn og ég bara þakka kærlega fyrir.